Við höldum áfram hér í föstudagsþættinum. Við erum hér á veitingastaðnum Glóð í Valaskjálfa í Eystum og hingað til okkar er komin Helga Hrönn Melsteð frá Tinna Adventures á Breiðdalsvík. Tinna Adventures, hvað geturðu sagt okkur um þetta fyrirtæki? Já, þetta er bara eitthvað sem við stofnuðum, ég og maður minn, og fengum með okkur einn vinn og nokkra aðra til þess að bæta við í rauninni afþreyingu. Okkur fannst vanta bara yfir höfuð og Austurland einhver afþreyingu og náttúrulega vorum við náttúrulega sérstaklega að gera þetta fyrir Breiðdalsvík þannig lagað því að við höfum greiðlega mikið af gistimöguleikum en nákvæmlega ekkert af afþreyingu. Þannig að okkur fannst þetta bara orðið nauðsynlegt. Hvaða afþreyingu bjóðið upp á? Við erum með jeppaferðir. Við erum með breytta jeppa og bjóðum upp á ferðir Breiðdalinn sem við teljum vera bara svolítið leyndarperlu sem að allir keyra framhjá orðið í dag. Þannig að en svo erum við líka að keyra inn í Hólhraun og Öskju og bara víða sko. Þannig að við erum opin fyrir öllu og getum smíðað og steypt ferðir eftir löngum hvers og eins þannig. Þannig að kúnan getur bara komið og panta sér ferðir með ykkur þangað sem þeir vilja fara? Já, við erum náttúrulega með fyrirfram mótaðar ferðir en ef einhverjir hópar vilja eitthvað annað þá náttúrulega getum við búið það til sko. En Breiðdalsvík, segðu bara aðeins frá staðnum, er þetta stórt bæjarfélag? Nei, þetta er ósköp lítið og krótlegt og heimilislegt og við erum bara svolítið eins og einn stór fjölskylda. Hvað eru þið mörg? Við erum það bil 190 í öllu sveitafélaginu þar að segja. Það er svona 120 í þorpinu. Og þú talar um leyndarperlu. Hver er ykkar sérstæða? Það er náttúran sérstaklega myndi ég segja og fjöllin og við erum með þetta er gömul megin eldstöð. Svona Austurland er náttúrulega bara einn af eldri pörtum landsins og þarna er þessi Breiðdals eldstöð sem er nokkuð þekkt og mótar landslægið þannig þessi mikið. En myndirðu ekki segja líka að smæðin væri það sem er svolítið sjarmerandi líka? Algjörlega. Að þið eru svona fá, það lítur að vera svolítið stemming að koma að heimsækja ykkur. Já, og við hjá Tinna viljum einmitt svolítið sýna fólki þetta og bjóða upp á svona róleghita kynningu á svæðinu í rauninni. Þetta slóferðamennsku og vonumst til þess að fólk fari frá okkur með það bara að hafa notið en ekki í einhverju stresskasti. Þú þekkir svæðið nokkuð vel, þú ert þarna fædd og uppalinn og búið allan tíð, er það ekki? Jú, svona með smá útúrdúrum. Hvað er svona sem heldur í því á Breiðdalsvík? Bara líklega náttúran sko. Ég er bara náttúrubarn. Og þú ert, náttúrubarn segir, þú tölvöld í útivist eða ekki, meðan gegnum Tinnu? Jú, ég hef alla tíð verið í útivist og sannlega bara fengið að njóta þess að vera með foreldrum á sínum tíma og haldið því bara áfram. Og þið, Tinnu, þið eru líka með hjólaferðir og sjóstöng? Já, við bjóðum upp á hjólaferðir í bara Breiðdalinn og ætlum að bjóða upp á svona semifjallaferðir eftir einhverjum slóðum sko, vegslóðum og svo er sjóstangveiði bátur þarna á Breiðdalsvík líka sem að við erum svona í samstarfi við og já, hann er að bjóða upp á skemmtilega ferðir sko. En hvað er meirum að vera á Breiðdalsvík? Veitingahús? Já, það eru náttúrulega hótelarna sem býður upp á veitingar og kaupfélagið, það er með kaffihús og sennilega flottustu verslun á Íslandi. Gamaldags, litla krútlega verslun
verslun. Hvað heitir hún? Kaupfélagið með J.E. Og svo náttúrulega gamla kaupfélagið líka, þar jarðfræðisetur og svona lítil, já hvað maður að segja, minningarstofa söfn George Walker sem var jarðfræðingur sem rannsakaði Breiðdalinn og Austurland og mjög merkur í þessum geira. Þannig að það svona ýmislegt í gangi í sumar í Breiðdalnum. Já. Maður fær það svona tilfinningu að það sé rosalega sjarmerandi að koma það. Ég hef aldrei komið hana. Nei, ok. Gunnar, þú hefur komið hana? Ég hef komið hana, já. Og þetta þannig? Þú verður að koma hana í sumar. Það markmiðið það mér. En ef þú myndir lýsa Breiðdalsvík í einu orði, hvað því það orð? Já, ég veit það ekki. Stórfengleg. Ég voða lítið fyrir risastór orð. Hún bara æðisleg. Hún bara æðisleg, já. Stór orð litla byggð. Helga Hrönn, þakka fyrir komuna. Gangi þér vel. Takk.